Úti fyrir skjóllítilli og hafnlausri suðurströnd Íslands eru ein auðugustu fiskimið í Norður-Atlantshafi. Þar rísa eina 15 Vestmannaeyjar úr sæ ásamt dröngum sínum og klettum og þangað er ferð okkar heitið. Sigling þangað tekur 3,5 tíma. Við ætlum á næstu mínútum að kynnast lífi og starfi fólksins sem þar býr og njóta hinnar einstöku náttúrufegurðar sem eyjarnar hafa upp á að bjóða, að ógleymdu fuglalífinu. Eyjaklasinn hefur að mestu leyti myndast í neðansjávareldgosum síðustu 10.000 árin. Yngstu eldstöðvarnar eru við Surtsey sem myndaðist í eldgosum 1963–67 og Eldfellið sem hlóðst upp á Heimaey í gosinu 1973. Heimaey er langstærsta eyjanna 13,5 ferkílómetri og eina byggða eyjan. Fræðimenn greinir á hvernig nafnið Vestmannaeyjar er til komið. Allir Íslendingar þekkja sögun þræla Hjörleifs sem drápu hann og flúðu síðan til eyja. En samkvæmt Landnámu er nafnið frá þeim komið. Sama heimild segir Herjólf Bárðarson hafa numið land fyrstan mann í Vestmannaeyjum. Nú er hins vegar ljóst að byggð hefur verið í Vestmannaeyjum nokkru fyrir 874. Það kom í ljós þegar gerðar voru umfangsmiklar fornleifarannsóknir á húsarústum í Herjólfsdal. Rannsóknirnar hófust 1971 og kollvörpuðu öllum fyrri kenningum hvenær landnám hófst á Íslandi. En við ætlum að byrja á því að svipast á Heimaey og átta okkur aðeins á staðháttum. Heimaey er áþekk þríhyrningi að lögun. Nyrst er Heimaklettur sem er hæsta fjall eyjanna. Undir honum er Víkin. Inn úr henni Vestmannaeyjahöfn. Hér eru við stödd á Skansinum, hinum forna virki þeirra eyjamanna. Eins og sjá má var hérna gott að verja innsiglinguna. Það hefur því ekki verið árennilegt fyrir sjóræningjana frá Alsír sem komu hingað 1627 að fara á land. Enda fór svo að þeir reyndu fyrir sér annar stað. Sagan segir að þeir hafa komið á land á ræningjatanga. Þeir rændu öllu fémætu, misþyrmdu fólki, svívirtu konur og drápu fjölda manns. Á 300 manns höfðu þeir á brott með sér og seldu jánu. Talið er að 200 manns hafi komist undan ræningjónum með því að fela sig í hellum og gjótum eða klifra í björg. Það er erfitt að gera sér ljósa grein fyrir því hvernig líf og starf fólksins var sem hér bjó fyrr á öldum. Ásamt fiskveiðum var fuglaveiðin fyrr á tímum helsti bjargræðisvegurinn en mikil fugla og eggjataka er í Vestmannaeyjum. Hefðbundinn landbúnaður var einnig stundaður á eyjunum. Á sumrin gengur sauðfé í stærstu og grösugustu eyjunum. Áður fyrr var þar einnig vetrarbeit og gekk féð sjálfala allan veturinn. Eins og annar staðar á Íslandi var ekki mikið framfarir í eyjum, alla 18. öldina. En það er óhætt að segja að á þessari öld hefur verið samfellt uppgangstímabil í Vestmannaeyjum fram til 1973. Bátum fjölgaði og fólkinu einnig. Á tímabili voru Vestmannaeyjar 4. fjölmennasti kaupstaður landsins. En aðfaranótt 23. janúar 1973 breyttist allt á svipstundu. Þegar 1600 metra löng gossprunga opnaðist Heimaey austanverða, svo giftusamlega vildi til að allur bátafloti Vestmannaeyinga var í höfn og á fáeinum klukkustundum voru nær allir hinna 5300 íbúa Heimaeyjar fluttir til lands. Gossprungan lokaðist eftir nokkur tíma og gaust á aðeins úr einum gíg sem hlóð upp eldfjall sem nú er nefnt Eldfell. Allur bærinn var undirlagður ösku og hrauni sem grónar 400 íbúðir af 1345 og ámótafjöldi skemmdist illa. Þrátt fyrir öskufall, eimerju og banvænar lofttegundir sem streymdu frá eldfjallinu voru gífurleg björgunarafrek unnin. Heildarflatarmál hraunsins varð 3 ferkílómetrar en í sjó fram runnu rúmir 2 ferkílómetrar. Tíma leit út fyrir að hraunflaumurinn myndi renna í höfnina og eyðileggja hana en sjókæling átti stóran þátt í að bjarga þessu fjöreggi eyjaskeggja. Hægt var á hraunflaumnum með stórfelldri dælingu sjávar og 1200 lítrum vatns var dælt á glóandi hraunið á sekúndu. Hraunið náði því ekki að loka höfninni.
heldur lagði sem náttúrulegur hafnargarður til austurs og batt þar með endi á rúmlega 1000 ára baráttu Vestmannaeyinga við suðaustan Brælu og út af Söldu við hafnarmynni. 3. júlí 1973 tilkynnti Almannavarnanefnd Vestmannaeyja að gosinu væri lokið að áliti sérfræðinga. Raunar var endurreist bæjarins hafin áður en gosinu lauk. Allan tíman á meðan á því stóð var fjöldi manns við vinnu út í eyjum við margvísleg verkefni. Það hlýtur að vekja undrun manna þegar horft tilbaka hvað menn voru ákveðnir að hopa hvergi fyrir náttúruöflunum. Fljótlega fór fólkið að flytjast heim. Þegar barnaskólinn var settur 20. september innrituðust 186 börn en áramótin voru þau orðin 300 og á íbúaskrá voru rúmlega 2000 manns. 200 manns unnu við hreinsun og önnur nauðsynleg störf sumarið 1973. Unnið var á þrískiptum vöktum og ekki brott 1200 bílhössum á hverjum degi. Þegar hreinsun var lokið hafði rúmlega 1,5 milljón tonna vikri verið ekið á brott. Tölur segir sjálfu sér lítið þetta óhemjumikla starf sem var unnið. Til dæmis fóru flokkar unglinga nálæg fjöll, hreinsuðu og græddu upp vikurfláka. En sáð var í og borið á 270 hektara lands. Árlega sér landgræðslan viðhald á þessum og öðrum viðkvæmum svæðum í Heimaey. Áður var minnst á að skólar og þjónustustarfsemi margs konar hófust haustið 1973 og þá tóku hjól atvinnulífsins að snúast á nýjan leik. Eyjamenn tala gjarnan tímann fyrir og eftir gos. Það skýrist þegar haft í huga hvað margt hefur breyst við gosið. Meðal annars þurfti að byggja fjölmörg hús í staðinn fyrir þau sem eyðilögðust í gosinu og reist á nýtt og myndalegt íbúðarhverfi í Vesturbænum. Við myndumst á nýja hafnargarðinn sem náttúran sjálf byggði í gosinu. Bygging hafnargarða hófst í Vestmannaeyjum 1914 og stóð samfellt til 1942. Höfnin var lengi grunn en 1935 kom dýpkunarskipið Vestmannaey og gjörbreyttist þá öll aðstæða til löndunar, báta og innsiglingin varð öruggari. Framkvæmdum við höfnina sífellt haldið áfram enda góð höfn undirstaða alls í eyjum. Miklar breytingar hafa átt sér stað á sjósókn í eyjum. Það ekki aðeins að bátar séu nú stærri en áður var og búnir margvíslegum og fullkomnum tækjum. Heldur æ fleiri fisktegundir nýttar. Hver hefði trúað því fyrir nokkrum áratugum að stór og glæsileg skip væru að eltast við jafn smáan fisk og loðnu. En nú loðnuveiði snarþáttur í sjósókn eyjamanna. Þegar farið var að stunda útgerð í stórum stíl fjölgaði sjóslysum verulega og til höfuðs þeim var Björgunarfélag Vestmannaeyja stofnað 1918. Það keypti Þór, fyrsta björgunarskip Íslendinga árið 1920 og gerði það út. Þetta var upphaf að Landhelgisgæslu Íslands, sem tók síðan við útgerð Þórs. Æ síðan hafa Vestmannaeyingar verið í fararbroti hvað sjóslysavarnir á Íslandi varðar og má þar nefna að Eyjamenn voru fyrstir til að hafa gúmmíbjörgunarbátum borð í fiskiskipum. Einnig hefur verið bryddað upp á ýmsum nýmælum í gerð björgunartækja. Mikil tímamót í atvinnusögu Eyjamanna urðu í kringum 1940 þegar hraðfrysting hófst. Nú eru starfandi 5 frystihús í eyjum sem auk frystingar vinna hluta aflans í salt. Eins og nærri má geta kappkostað að fara eins vel með hráefnið og kostur svo að húsin framleiða aðeins gæðavörur. Mikil áhersla lögð á hreinlæti og virkt gæðaeftirlit. Þá eru 2 hús sem eingöngu vinna í salt. Á síðar árum hefur nær alveg tekið fyrir þurrkun saltfisks og af sem áður var þegar hann var sólþurrkaður eða þurrkaður í vélvætu þurrkhúsi. Tvær afkastamiklar loðnubræðslur framleiða úr alltaf 2000 tonnum af loðnu á sólarhring. Þá einnig mikið fryst af loðnu og loðnuhrognum fyrir Japansmarkað og lifrarsamlag Vestmannaeyja framleiðir lýsi, niðursoðna lifur og auk þess niðurlagðar og niðursoðnar síldarafurðir.
Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins í Vestmannaeyjum tók til starfa 1972 og gegnir veigamiklu hlutverki í þróun fiskiðnaðar í eyjum. Til að átta sig á mikilvægi Vestmannaeyja í þjóðarbúskapnum er rétt að geta þess að þau tæpu 2% Íslendinga sem búa í Vestmannaeyjum hafa undanfarin ár lagt til þjóðarbúsins 10% útflutning sjávarafurða. Þótt sjósókn og fiskverkun séu langmikilvægustu atvinnugreinarnir í eyjum, en 40% af vinnuafli í eyjum er við sjávarútveg, er langt frá því að það séu einu atvinnugreinarnar. Það segir sig sjálft að í jafnmiklum Útgerðarbæ og Vestmannaeyjum eru mörg störf tengd sjávarútvegi á einn eða annan hátt. Á það sérstaklega við þjónustu og iðnað og má þar nefna skipasmíði og viðgerðir, svo og netagerð. Eins og að líkum lætur eru fjölmargar atvinnugreinar stundaðir í eyjum og er engin vegur að gera þeim öllum viðhlítandi skil. Nokkur fyrirtæki framleiða ekki aðeins fyrir eyjamenn, heldur njóta landsmenn allir framleiðslunar. Vegna sérstöðu Vestmannaeyja þarf bæjarstjórn oft að glíma við vandamál sem aðrir staðir eru lausir við. Eitt af þeim var vatnsskorturinn sem hrjáði eyjabúa frá upphafi. Aðeins eitt sæmilega gott vatnsból er í Vestmannaeyjum og er það í Herjólfsdal. Til að fullnægja þörfum fiskiðnaðarins var sjóveita lögð 1931 til 33. Reynt var að bora eftir vatni en vatnið sem fékkst reyndist blanda sjó. Það var svo ekki fyrr en brugðið var á það ráð að fá vatn frá landi, Merkurbæja, undir Vestur-Eyjafjöllum, að vatnsskortur eyjamanna var leystur árið 1968 á þann hátt að leggja leiðslu rúmlega 22 km leið frá Eyjafjöllum að dælustöð sem byggð var á Krossandi. Leiðin út í eyjar er rúmlega 13 km löng, svo að af þessu má sjá að hér hefur verið mikla framkvæmd að ræða og mun þetta vera einstakt átak hér á landi og þótt víðar væri leitað í uppbyggingu vatnsveitu. Það var því mikill hátíðisdagur þegar vatnsveitan var formlega tekin í notkun. Í árslok 1974 var farið að kanna möguleika á húshitun með gufuframleiðslu í glóðheitri hraunbreiðunni. Í framhaldi af því var hafist handa við virkjun hraunhitans. Lagt var dreifikerfi og dælustöð byggð. Frá því vorið 1982 hafa flest hús í Heimaey verið hituð upp með þessu lokaða dreifikerfi. En hraunhitaveita Vestmannaeyja framleiddum 20 megawatt orku þegar best lét, en nú er farið að draga úr henni og raforka að taka við. Að nokkrum árum liðnum mun öll húshitun leyst með framleiðslu hita í rafskautskatli. Heilbrigðisþjónusta hefur löngu verið góð í eyjum. Þar var fyrsta fæðingarheimili á Íslandi og 1928 var reist veglegt sjúkrahús, en það er nú Ráðhús Vestmannaeyja. Núverandi sjúkrahús var tekið í notkun 1974 eða rétt eftir gos. Það er mjög vel búið tækjum og öll aðstaða til fyrirmyndar. Fjölmargir hafa lagt sitt af mörkum til sjúkrahússins, bæði einstaklingar og félagasamtök hafa fært í veglegar gjafir.
1974 var elliheimili Hraunbúðir tekið í notkun. Nú á síðar árum hafa verið byggðar íbúðir fyrir aldraða og sífellt verið að fjölga þeim. Trúarlíf hefur ætíð verið öflugt í Vestmannaeyjum og margir merkir kennimenn þjóna þar. Landakirkja er þriðja elsta steinkirkja í landinu. Kirkjan á marga og dýrmæta muni, meðal annars hljómfagrar kirkjuklukkur, ljósahjálm og altaristjaka. Allt munir frá 17. öld. Nú er verið að byggja nýtt safnaðarheimili við hlið kirkjunnar. Vestmanneyingar geta státað að fyrsta barnaskóla á Íslandi sem komið var á fót 1745. Ekki hefur þó verið starfræktur samfelldur barnaskóli, en elsta bygging núverandi barnaskóli í Eyjum er frá árinu 1917. Það er greinilegt að þessir ungu nemendur eru ákveðnir í að taka námið föstum tökum. Einbeitnin skín úr hverju andliti og áhuginn leynir sér ekki. Ok, ekki sagt mér takk. Mamma á móla. Frá 1923 hefur framhaldsskóli starfað óslitið. Fyrst unglinga- og gagnfræðaskóli og síðan fjölbrautaskóli og voru fyrstu stúdentarnir útskrifaðir vorið 1984. Skólinn mentar vélstjóra, iðnaðarmenn og nemendur og uppeldis viðskipta- og náttúrufræðibrautum. Stýrimannaskólinn tók til starfa 1964 og hafa fjölmargir nemendur víðsvegar af landinu lokið þar námi. Á síðustu árum hefur skólinn haft náið samstarf við fjölbrautaskólann í ýmsum greinum. Það er komin tíma hérna á 12. Og svo breytir þessi tímamun. En hvað ætli börn og unglingar í Eyjum gera í tómstundu sínum? Það eru margt að velja. Í Vestmannaeyjum eru nokkur íþróttafélög og eru Þór og Týr þeirra stærst og elst og halda því upp í fjölbreyttu íþróttastarfi sem unga kynslóðin kann vel að meta. Knattspyrnan skipa þar háan sess og 1979 varð IBVF Íslandsmeistari í knattspyrnu. Þá er Sundlaugin vinsæll staður og þar er ætíð líf og fjör, enda er þar margt manninn, bæði ungir og aldnir. Ýmsar aðrar íþróttagreinar eru stundaðar af miklu kappi í Eyjum og má þar nefna handknattleik. Og margir stundar golfvöllin af kappi. Eyjamenn geta líka státað af Íslandsmeisturum í golfi, bæði í karla- og kvennaflokki. Skátalíf stendur með blóma í Eyjum. Þar er skátafélagið Faxi starfandi og hjálparsveit skát er virk og dugmikil björgunarsveit sem starfað hefur að krafti í mörg ár. Nú leitar minn hugur á heimaslóð, mér helgar svo minning og kær. Þú eyjan mín reyndist mér ungum svo góð og enn þú stendur hjarta nær. Tómstundaráð stendur fyrir margvíslegri starfsemi. Meðal annars hefur það staðið fyrir kennslu í sprangi. Þessi kennsla er mjög vinsæl og á án ef eftir að koma mörgum að gagni. Þar að auki er þarna að ræða þjóðaríþrótt Eyjamanna. Margir gerast athafnamenn strax á unga aldri og gella sem svo er kallað. Þetta er sérkennileg grein fiskiðnaðar á margan hátt. Þegar haustar er oft mikið að vera. Lundapysjan tekur þá flugið því ljósin í bænum eru svo lokkandi. En þegar þangað er komið eru pysjurnar hjálpar vana. Þá kemur unga fólkið þeim til hjálpar og næsta morgun er svo pysjunum sleppt. Og eins og sjá má eru þar frelsinu fegnar. Fyrir yngstu börnin eru dagheimili og leikskóla starfandi. Það er mikið að vera og allt iðar að lífi og fjöri. Mér hugur í brjósti að fögnuði hlær, hér sindrar og blikar í sigringi sær. Í æsku ég átti hér ótalmörg góð og enn á ný er komið vor. Og þeir fullorðnu hafa ýmislegt við að vera í sínum tómstundum.
Þótt lundaveiði sé ekki lengur svo lífsbjörg sem áður var, eru margir sem halda í gamlar hefðir og stunda lundaveiði. Það er mikil vinna sem liggur að baki áður en hægt að gæða sér á fuglinu. En svo ánægja sem því fylgir er vel þess virði. Sem að sjóðan í hangikjötstöði Nýjalundar. Já, Nýjalundar. Sjóða fyrst hangikjöti og svo fá aðeins bragði. Þá er eggjataka líka stunduð og þá fá menn tækifæri til að æfa þjóðaríþrótt Eyjamanna. Þar fyrir utan eru eggin herramanns matur. Þá hefur margs konar menningarlíf staðið með blóma í Eyjum. Þar er starfandi lúðrasveit og Eyjamenn eru annálaðir söngmenn og duglegir að taka lagi. Kórar hafa verið þar starfandi og mörg þekkt tónskáld og listamenn hafa Eyjarnar alið lengri eða skemmri tíma. Leikfélag er starfandi og hefur sett upp yfir 100 leikrit og áhugi á málaralist er mikill. Það fer ekki á milli mála að vestmanneyingar þurfa ekki að láta sér leiðast í frístundunum. Það er eitthvað við allra hæfi. Það er líka gaman að fara niður á Höfn og fylgjast með því sem þar er að gerast. Nú eru samgöngur við Vestmannaeyjar tiltölulega góðar. Herjólfur fer daglega fram og tilbaka og flytur fólk, bíla og vörur. Flugleiðir fljúga 2 á dag milli Vestmannaeyja og Reykjavíkur yfir vetramánuðina og 3 til 4 ferðir á dag á sumrin. Lögð er áhersla á fjölbreytta ferðamannaþjónustu í Eyjum, boðið upp á margvíslega skoðunarferðir Eyjarnar. Þrjú hótel er í bænum sem ásamt farfuglaheimili sjá ferðamönnum fyrir gistingu. Hótelin bjóða einnig upp á fjölbreyttan mat, þar á meðal margháttaða fiskrétti og svo auðvitað lunda. Þeir sem kjósa það heldur geta tjaldað á tjaldstæðinu í Herjólfsdal. Fyrir alla þá sem koma til Vestmannaeyja er sjálfsagt að líta á söfnin. Safnahúsið var vígt 1977 með opnun bókasafns Vestmannaeyja. Bókasafnið er með elstu bókasafnum í landinu, stofnað 1862. Það nýtur greinilega mikilla vinsælda hjá börnunum. Þar er einnig til húsa skjalasafn og listasafn með góðu safni málverka. Byggðasafn Vestmannaeyja er einkar skemmtilegt að skoða og þær er að fá staðgott yfirlit sögu eyjanna og lifnaðarhætti fyrir tíma. Þá er það náttúrugripasafnið. Þar er margt að sjá. Friðrik Geirsson hefur unnið ómetanlegt starf við safnið en hann hefur veitt í forstöðu lengst af. Í fugladeild safnsins eru 150 tegundir uppstoppaðra fugla og fullkomið eggjasafn. Nú nýverið var settar upp fallegt og merkilegt steinasafn. En það sem hefur gert safnið einstakt í sinni röð er fiskasafnið sem er orðið þekkt víða heim. Sjómenn í Eyjum hafa sýnt safninu sérstakan áhuga og færa því bæði lifandi fisk og sjávardýr. Í búrunum eru mörg sýnisorn, krossfiska, sæfífla og skelja auk margs konar fiska.
Í búrunum alltaf tær sjór sem fæst á 30 metra dýpi við hliðin á safninum og sírennsli á sjónum. Náttúrugripasafnið var til skamms tíma eina safnið í Evrópu sem gat státað af því að sýna lifandi karfa. Ferðamannastraumur til Eyja hefur aukist mikið eftir gos. Það af sem áður var þegar það var helst þjóðhátíðin í Herjólfsdal sem dró menn til Eyja. Okkur þótti tilvalið að fara að dæmi margra ferðamanna sem koma til Eyja og skelltum okkur í skemmtisiglingu. Það samt alltaf hópur manna sem kemur á þjóðhátíð, en einhver töfraljóm yfir henni í hugum Íslendinga. Og menn kunna svo sannarlega skemmta sér og öðrum eins og sjá má á þessum myndum. Við kveðjum eyjarnar með söknuði. Þótt við höfum víða farið og margt skoðað samt ótalmargt sem ekki gafst tími til að líta á. Við vonum að hér haldi áfram að dafna fagurt og litríkt mannlíf í þessari óspilltu náttúruparadís.